satt svona, flott. Fanny Lind Tómas, Fanny, kíkjum aðeins á leikina í dag og í gær. Í gær var 14 stiga sigur á Fjölni og það var reyndar 14 stigi, segja nú svo sem lítið leiki því að þið voru nú á tímabili með 20 og 60 á fórustu. Leikurinn í dag var öllu erfiðari. Já, við bara mættum ekki til leiks eins og við áttum að gera. Ég veit ekki akkur því að við töluðum það alveg, við þurftum að vera alveg með hugan við þetta. Þið byrjið reyndar, fyrsta leikföringin ágætlega en síðan bara hrekkur allt í baklás og Fjölnistelpur býta hressilega frá sér og leiða alveg fram í næstu því miðjan þriðja leikluta þegar þið sögðu hingað ekki lengra. Hvað gerist? Við bara spjalliðum saman og vissum að við þurftum að rífa okkur í gang til þess að ná þessu upp. Og þokkaleg, já. Sem við gerðum. Og þokkaleg hálfleiksræði hjá Benna. Já, hún var mjög góð. Hún var mjög góð. Þú veit ekki deila þín eitt með okkur? Já, bara nokkuð ljóst. Við þurftum að taka til í haustum á okkur og byrja að spila körfubolta. Og svo síðast í leikförungurinn, leiklutin þar tækið þið hreina á öll völd á vellinum og eru tíma með 20 stiga forskot. Við sýndum bara hvað rétt andlit. Við erum svona góður í körfubolta og þurfum bara að sýna það. En er það ekki máli að heimfæra það bara á næstu leiki, að gera það alltaf, er ekkert að velja einhvern 1 eða 2 leik hluta heldur bara frá fyrsta til síðasta, að vera alltaf með sitt rétt andlit? Jú, auðvitað. Þið þurfum náttúrulega að gera það ef þið ætla að fara að berjast að komast upp deild. Já, ekki spurning. Þetta eru góðu liði í þessari deild, við erum ekkert að fara að gera þetta mannari hendinni. Það er ekkert neitt einari hérna? Það er ekki einari þessu. Þannig, til hamingju með sigurinn og gangi ykkur vel. Takk fyrir.